Gott kvöld, góður áhorfendur og velkomin að skjánum. Það er þriðja keppniskvöldið í röð þessa vikuna og nú er komið að úrvalsdeild hér í Kanada á Circuit Gilles Villeneuve. Og Ingi Þór heiti ég og hjá mér í kvöld situr hann Daniel. Velkomin. Já, takk fyrir það og gott kvöld, góðir áhorfendur. Þetta verður áhugavert race í kvöld. Að æfingum að dæma þá verður þetta mjög close race líka. Já, það lofar strax góðu. Við vorum að horfa á svolítið mikið mun á tímum í hinum deildunum en þetta lúkkar mun áhugaverðara akkurat núna. Svona gæti verið skemmtileg barða. Já, það er bara óskattir. Algjörlega. Við erum bara svo Sigga Beinteins lifum í voninni. Já, nákvæmlega. Það eru allavega einn keppundi sem er ekki í kvöld. Gunni kemst ekki. Hann var búinn að láta ykkur vita að hann komst ekki og það vantar núna inn í lobbyið hann Alex Tops. Við höfum ekkert heyrt frá honum hvort hann sé að koma ekki en hann hefur 12 mínútur til að koma sér í lobbyið. Já, algjörlega. Það er strax kominn tími í 35. Þokkaleg tími, en ég er ekki frá því að það hafi verið hraðari tíminn í æfingum hjá honum Hilmar í gær. En já, meinar. Já, en 1.35 er góðu tími, sko. Það bara alveg þannig og þú veist, það var líka hjá honum Hauki í annar deild, hann fór í 1.35. Já. En þeir voru líka alveg með höfuð og herðar yfir alla aðra keppendur þeir tveir í sínum deildum en við erum að horfa á miklu minni mun núna. Óli sem er með 1.35.8 hann er með 3/10 á Ása eins og tímatablinni núna. Ási bara með 1/10 á Ívar og svo 3/10 í næsta mann þannig að þetta er allt. Já, svo að vísu er Jökullinn í pitt en hann er með 1.35.9 þannig að hann er á milli Ása og Já, akkurat. Við erum ekki að horfa á alla hérna á listanum en þetta lofar allavega kapastri. Já. Og hann er búið að sýna sig að sko pitt stratt á þessum bílum en ekkert. Þeir fara rosa vel með dekkin, þú veist. Hann liðsfélagi þinn í Ramrod, hann keyrði nú bara nánast alla keppnina á softdekkjunum í gær áður en að skipta yfir á medium en svo voru aðrir eins og Hannes að henda medium dekkjunum bara keyra einn hring, henda þeim af sér og taka svo 2 soft stint og það svona virðist Ólafur margir að gera það en hvort heldur sem er hægt og hratt og ég fekk eiginlega ekki góða myndaði hvað var hraðasta stratti í gær því að sko sá sem vann keppnina hann var bara tölvöld hraðari þannig að hann er sennilega unnið á hvaða stratt sem hann var. Já, ég held að hraðasta stratti er bara að vera ekki að keyra út í veggi, vera ekki að snúa bílum og það er sennilega hraðasta strattið á þessum bílum allavega í þessari braut líka. Já, passa sig á pulsunum, það eru nokkra svona S-beygir sem eru með pulsum sem að eiga til að setja bíluna úr jafnvægi og menn hafa svolítið verið að missa stjórnaðum ef þeir fara gróft yfir pulsunar. Já, og það er einmitt það sem það er að passa sig á. Það er bara misjafnt hvaða pulsur þú getur farið yfir, sko. Það er sko, eins og í sumum beyginn þá er það bara alveg krúsíal að fara yfir pulsurna til þess að ná góðum hraða, sko. En þú ert að meina að ná að klofa þér, basically, þannig að þú finnur ekki fyrir þér. Já. Nákvæmlega. Ég tók eftir því í gær og það er mjög hratt option. Það er eins og segir að klofa sömu pulsurnar og líka sko samt ekki það mikið að þú fær refsingu sko. Þannig að þetta er alveg klofa pulsur, þetta hljómar Já. Eitthvað annað eins og við erum að tala PG-18. Yes. Nákvæmlega. Sindri alls ekki sáttur með þig núna, Ingi. Þú segir pulsur, en ekki pilsur. Já, maður borðar pilsur en maður í kappakstri heita það pulsur.
Já, maður borðar pilsur en klóar pulsur. Já. Þú verður að vita hvort er matur og hvort er fjörefni. Já. Snill. Nei, ég segi bæði. Ég hugsa ekki einu sinni út í það þegar ég segi hvort ég er að segja. En þú veist, ég búin að búa næstuð í halva mína yfir Reykjavík versus fyrir norðan. Þannig að ég svissa svona á milli. Já. Það er bara... Það er gaman að þessu. Sindri náttúrulega harður norðlendingur. Hér segjum við náttúrulega bara pilsur. Pulsur er bara eitthvað sem að flatlendingar segja. Já. Hvað það eru? Flatlendingar? Já, það er allt svo flatt í Reykjavík meðan hérna fyrir norðan. Við sjáum hérna fjöll átt í kringum okkur en Reykjavík er frekar flöt á norðlæskum mælikvarða. Já, svo sem. Það var nú alveg þegar ég bjó í Reykjavík, þá leit maður úr glugganum vinnunni og horfði upp á Esjuna til að vita hvort það var að fara að koma snjór eða ekki. Já. Súrets. En þú veist, við erum náttúrulega ekkert að tala um flatlendi eins og það sem þú ert þessa dagana í Danmörku, sko. Nei, það er náttúrulega... Sko, það eru félagar mínir sem að búa í hærra yfir sjávarmáli heldur en hæsti náttúrulegi punktur hérna í þessu landi. Nákvæmlega. Já, hvað er klukkan? Það eru 7 mínútur í tímatökur. Það hefur ekki verið að búið að vera svolítið lengi þessi topptími hérna hjá honum Óla. Já, það var næstu bara að ná honum að Alex Geirs. Já, Alex Geirs búinn að hoppa upp fyrir Jökul í annað. Þetta lítur vel út fyrir strákinn. Og þetta er nánast engin munur á fyrstu sætunum. Bara að maður horfir á tímana hérna niður. 35.8, 35.9, 35.9, 36.1, 36.2. Þetta bara, svona vil ég hafa þetta. Já, nákvæmlega. Og það er bara, Alex Tops er kominn inn í lobbysi. Mættur, ég hafði enga trú á öðru. Hann er of ungur til að nenni ekki. Já. En hann er náttúrulega í hörku baráttu við hérna Óla og Jökul og það er nú reyndar sko Ási líka og Andri, þú veist, það er og alveg niður í sko ég skulle segja 7. sæti, það er ekki svo mikil munur sko. Jökull er í fyrsta sæti með 62 stig, Ólafur Einar 56, síðan kemur Alex Topsson 51, Ási 47, Andri Már 42, Jói Eids 40, Jóhann Ingi 36, þannig að góð keppni hér getur vippað hverjum sem er á þessum uppstöldum mönnum upp fyrir næsta mann, það er ekki spurning. Algjörlega. En Alex Topsson, hann með 1 sigur á tímabilinu, hann sigraði fyrstu keppnina. Jökull sigraði keppni nr. 2 og Ási kom sá að sigraði á fjallinu. Já, Astoninn, hann er góður sko. Já. Þetta var stórt moment í sögu Ramrod Racing. Algjörlega, þetta var mikið partí hérna helginu eftir. Það ekki? Mikið kampæðin og dansaði á borðum. Já, sko, það var hérna það var hvað drúpul pódium hjá okkur. Já. Pódium í öllum deildum. Þetta var náttúrulega bara rosaleg frammistaða hana Down Under. Já. En spámaðurinn okkar, hann Hilli, hann er náttúrulega kominn með stóra spá. Ritgerðin er tilbúin, þannig að við skulum bara fara yfir ritgerðina. Tímataka, hann spáir Óla, Ása og Jökli í topp 3. Póllinn verður 1:35.757.
sjá, tími frá pól 0:1:63. Ég veit ekki hvað að meina hana. Ég Keppni... held að segja að tala hérna að næsti maður verður 0:1:63. Já. Too much info. En keppni hérna Óli Jökull Ási, fastest lap 1:35:094 og Óli, og það er Óli á 13. ring. Most position gain Jón Þór +2. Já, það verður nú ekkert mikið framúrastur ef að það toppurinn, en vonum að verði meira. Wall of Champions, það er Oliver. You the champ, segir hann, þannig að hann spáir að Oliver fer í vegginn. Ég spái að fleiri fer í vegginn, en þetta var alltaf til að koma í ljós. Algjörlega. Það lítur svona út fyrir að þetta muni skiptast í tvennt þetta reis. Það er hérna... Það eru þeir sem að eru velæðir og þeir sem eru svona aðeins búin að kíkja á þetta. Já, ég veit alveg nokkra sem eru ekki velæðir. Nefn engin nöfn, en fyrsti stafurinn Jói Egils. Hann tók aðeins fram í útsendingu líka. Já. Ég var ekki að uppljóstra neitt leyndarmál hérna, sko, bara hafa gaman að þessu. Það er spurning með Hilla hvort það geti ekki sett inn í spána sína vökvatapp og svona taka þetta leið. Já, nákvæmlega. Ég er að gleyma að gera 3-min warning hérna. Ég er að skrifa það núna til þeirra. Do it. Við vorum að horfa hérna á Alex Tops snúa bílnum. En já, það er bara, þetta er alveg að skella á. Þannig að nú er að gera fyrir áhverjur að skreppa salernið og stökkva inn í ískáp, náttúrulega eitthvað að drekka og planta sér vel fyrir fram að skjáinn, hækka svolítið í græjunum. Því að þetta er alltaf að fara í gang. Já, og maður að spá einhverju. Já. Ég ætla að koma með flipspá. Ég ætla að spá Alex Girsinni sigri. Og ég segja Jökull er annar og Óli þriði. Ég held að segja Óli taki þetta. Ég held að Óli taki þetta. Svo Jökull og svo Ási. Já. Það er þá lobby reset núna. Let's do it. Klukkan orðin 21:30. Það er komið tími á quali, gott fólk. Við erum með... Það eru allir komnir á braut. Manns á línu. Þá bara starta þessu. Algjörlega. Let's go quali. Og við erum sestir í borð hjá honum Jóhann Inga. Hann er fyrstu maður út úr pit. Nei, herru, heldur að Óli hafi ekki bara tekið fram úr honum. Haha, vel gert. Já, ég. Byrjað með látum. Ætli Jóhann ætla að claima spottið sitt aftur. Nei. Nei. Það var sínum.
Þetta svona open wheel racing, hausinn upp úr og svona, þetta svona eins og mini-formúlufílingur. Já, þetta í rauninni svona open cockpit frekar út, því að það eru káðari hjólinn. Já, reyndar, ef við viljum vera tæknilega séð nákvæmir. Já. Sjáum hann að siksaka mikið á brautinni, hann Jóhann, ná hita í dekkin. En Ólafur það bíl að fara að hefja fyrsta tímatökurhringinn. Hérna kemur hann í síðustu beyguna, keyrir hérna framhjá og strýkur Wall of Champions. Það var bara millimetri þarna á milli. Það er spurning hvort að þetta muni hafa einhver áhrif á tímatökutíman hans. Já, þetta var mjög væg stroka ef það náði því. Já. Hugsa, það setja ekki mikið strik í reikningin, en þú getur eins og alveg tapast þetta tíma ef að þú missir ferðina eins slætar í vegginn og hérna því að það tapar alveg tíma fram að fyrstu beginni. Já, nákvæmlega, þannig að það getur kostað alveg gríðilega mikið að aðeins snerta vegginn. Já, algjörlega. Sérðu, þarna snertar hann aftur vegg. Ég er ekki alveg 100% að hann snert í síðustu beginni, en þarna snert hann klálega vegg. Smá tími þar, kannski eitthvað 10 lítið sem hann er að tapa. En það eru 10 mínútur til þess að taka þetta kolli, þannig að það koma önnur tækifæri ef að þetta tekst ekki. Algjörlega. Sjá, ég held að hann fari ekki undir 36 á þessu hring. Ég held að það gerist á næstu hringin frekar. Kemur í ljós hver skaðinn er á þessu veggstróki. Og hann er að setja tíma 1:36, 0:39. Þú hafði rétt fyrir þér allavega. Já. Þessi veggstróka var sennilega bara munur á því hvort hann lendi öðrum megin við 36 eða ekki. Já. En Ási, fyrsti maður undir 1:36, kominn á toppinn 1:35, 1:35, 9. Jökull á brautinni. Hann er að koma yfir línuna núna. Já. Já, hann hefur lent í ykkur. Það er klart. Þá er bara að hlaða í nýja hring. Nei, heyrðu, fyrirgeðu, það var Jói sem var að fara yfir á. Jökull er komið núna. Já, fer upp í 4. sæti. Já, samt ekki góður hringur hjá honum. Ekki miðað við tímatökur, í æfingarnar á hann. Nákvæmlega. Það er ennþá allt eftir að gerast. Já, sáum hvað tíma Jóhann Ingi er að fara að setja. Hann er 3. eins og staðan er. Tæpri hálfu Ólafur að koma aftur. Já, Ólafur bæti sig hérna. Hoppar upp í fyrsta. Hvað gerir Jóhann Ingi? Hann bæti sig ekki. Mjög svipað tíma og síðast. Fylgismönnum Jökli hérna. Sáum hvort hann á að negla hennar hring. Svolítið. Ekki alveg nógu góð beygja á honum hana. Alex Geirs kominn upp í 7. sæti, eða fór upp í 5. sæti. En Thompson núna kominn í 3. Já. Jökull er að bæta sig, en hann er samt ekki á neinum superring. Hann er samt aðeins að bæta sig, en hann þarf aðeins regni hring til að blanda sér í topp 3 allavega.
myndi ég halda, það er samt spurning, hann gæti verið þetta áraðið þriðasætið ef hann næra að klára hringinn þennan. Ólafur var að setja þarna fjólubláan annan sektor. Já. Það er spurning hvort hann sé að fara að bæta sig ennþá meira. Já, Jökull hoppar upp í þriðasætið. Svona hvað Óli Georgir verður að fara að toppa sín eigin tíma. Það er ekki nema sko 400 hlutar frá Óla í Ása, eins og staðan er. Já, hvað er því? Það er ekki neitt. Já, hann bæti sig. Það gerir Ási að koma úr síðustu beginni. Nei, hann bæti sig ekki. Það gerir Alex Thompson. Það er 7. eins og staðan er. Nei, hann bæti sig ekki heldur. Það eru bara 2 sem eru komnir undir 1.36 eins og staðan er. En þeir eru ansi margir að daðra við að komast undir. Þeir eru í mjög lágum 1.36 alveg 3. niður í 7. sæti. Nei, það er mjög klárlega ekki að vera að bæta sig. Það er að frétta hjá honum Andra. Ólafur bæti sig enda meira. Ási, já, Ólafur ennþá að bæta sig. Hvað gerir Ási? Hann er að koma yfir línuna. Það er hann að... Nei, mjög nálægt í. Það lítur vel fyrir að Óla og Ása líka. Þeir eru að keyra nokkuð steady þarna um 1.36, rétt undir. Jökull var að bæta sig 0,3 á öðrum sektor en er núna hins vegar fastur fyrir aftan dimma. Það er svona spurning hvort að það sé að fara að hafa áhrif á tímatökurhringinn hans Jökulls. Dimmi náttúrulega er í 13. sæti. Veit ekki alveg hvað hann gerir hérna. Það er svona að hann gæti grætt smá slip en tapaði í beginni. Dimmi fer smá í vegginn. Er ekkert slip í tímatökum? Nei, rétt sér. Jökull náði ekki bæta sig hérna. Hann tapar svolítið á hérna. Já, hann þarf eiginlega bara að fórna þessum hring sko, því að hann er fastur fyrir aftan dimma núna og hann er ekkert að fara að bæta sig í einhverju baráttu sko, það er alveg á hreinu. Nei, rétt og... En hann getur ekki fórnum, við erum komnir á 9,5 mínútu inn í tímatökur, hann hættir bara. Ekki sáttur við þetta. Herru, og Óli bara í tölum orðum að bæta sig. Já. Við rétt náðum þessu, þegar komum við línuna. 1.35.6.18, þetta er alveg hörgu tími. Það gerir Andri er að koma við núna. Nei, er ekki bæta sig. Hvar er Ási komin í pittin? Þetta er svona, já. Jóhann er að bæta sig, Jóhann Ingi, en hann er ekki að bæta sig nóg til að ógna fyrstu sætunum, en hann gæti hugsanlega hoppað upp fyrir Andra. Já, það er rólegt spjalli hjá okkur í kvöld. Já, vissulega. Það er
Það kannski vantaði smá aksjón í keppnina fram að Hestafirði sem var kannski ekki góð auglýsing fyrir kvöldið í kvöld, en við lofum meira aksjón í henni í kvöld. Hæ, Hilmar! Heyrðu, Dimmi var að bæta sig, fór upp í 10. sæti. Já. Og Óli getur ennþá bætt sig núna, hann er að fara að koma í gegnum markið. Hann er öruggur með fyrsta sæti myndi ég segja, hvort sem hann bæti sig eða ekki. Já, hann bæti sig ekki. En sjáðu, þú veist, hann er samt svo nálægt því. Þú veist, ef hann bæti sig ekki, þá er hann bara 0,0 eitthvað frá tímanum, þannig að, þú veist, hann er að keyra mjög stöðugt á þessum tímum, sem að er mjög gott myndi ég segja. Já. Þá eru heldur bara flestir að verða komnir í... Já, það er allir komnir í markið, nú erum bara að bíða eftir að tíminn í rauninni klárast á meðan að þeir sem eru í pittinum svona hita upp. Akkurat. En já, þetta fjall í hendur hans Óla 1.35.6.18 og hann er með 30 hluta á hann Ása sem er í öðru sæti og Jökull bara rétt fyrir aftan hann, það munar bara 1/10 hluta á Jökli og Ása, þannig að það er ekki mikill munur á efstu mönnum og svo er bara 0,150 frá Jökli í andra, 0,033 í Jóhanninga, 0,009 í Eyþór, 0,1 í Ívar, 0,004 á milli Alex Geirssonar og Alex Tops. Þannig eins og við sjáum, það er aldrei stór munur á milli ökumanna hérna. Það er ekki fyrir komin í 9. sætið frá 9. yfir í 10. að þá ertu með 4/10 hluta sem er ekki einu sinni mikið. Þannig að Já, þetta lofar góðu fyrir kvöldið. Ég hef bara fulla trú á þessu. Þetta gerir það vissulega. Brynjar er með spá hérna, hann segir Ási, Óli, Jökull og hérna eru úrslitin. Það er Ólafur fyrstur, Ási annar, Jökull þriði, Andri Már fjórði, Jóhann Ingi 5., Ívar Eyþórs 7., Alex Geirs 7., Alex Tops 8., Jón Þór 9., Dimmi 10., Jói Egils 11., Davíð Adams 12. og Ólífer Nói er 13. Þar hafið þið það, gott fólk. Og Hilli náði réttur í tímatökuspá. Já, og næstu, hann var ekki langt frá tímanum líka. Nei, hann er að verða betri og betri í þessu sko. Ég hef oft kallað hann Nostradamus okkar. Kristalkúlan er svona farin að ná réttum niðurstöðum hérna. Já, ég er alveg nokkuð viss að hann er með slæðu og kristalkúlu þegar hann er að spá. Já. Alveg pró. En það eru 2 mínútur í ræsingu, þannig að ef að það er einhverja þarfir sem kalla, þá er þetta tími til að sinna þeim. Nákvæmlega. Það eru 24 að horfa samkvæmt nýjustu mælingum og við myndum kunna vel að meta að þið myndi setja svona þumal á útsendinguna, thumbs up eða like. Það hjálpar algoritmanum, þetta er ekkert, þið eru ekki að skuldbinda ykkur neitt. Það kemur enginn til að spyrja ykkur út í bæ hvort þið hafi sett like á þetta ekki, þetta er bara til að hjálpa okkur að vera aðeins sýnilegri á túbunni og fá fleiri til að horfa, þannig að kærar þakkir fyrirfram fyrir öll lækin frá ykkur. Þetta er bara að fara að gerast þannig. Þetta er bara alveg að fara að gerast. Ég hugsa að verði flestir að starta á soft, kannski sniðugt fyrir aftari menn að starta á medium og fara bara strax í putt og láta sig við þau. En þetta á allt eftir að koma í ljós. Eins og ég segi, ég er ekki alveg með á hreinu hvaða stratt er best, en mér sýnist svona öllu að menn reyna að keyra soft eins lengi þeir geta og þau endast mjög vel.
Já, þetta er Pitturinn er náttúrulega líka léttir mjög bílar. stuttur. Já, pitturinn er það stuttur sko að þú veist að ef það er mikill munur á soft og medium þá ertu enga stund að vinna þann tíma upp sem að ferði í pittin sko að því þetta eru 36 ringir. Nákvæmlega. En það er bara komin tími til að starta þetta race. Let's do it! Og það er standing start í þessari keppni. Þannig að við bíðum eftir að kvikni á ljósunum. Og þau eru að koma á. Þannig að það er komið tími. Let's go racing! Ólafur. Gott start. Kemur sér strax í aksturslinju. Jóhann Ingi með rosa starti strax komið við hliðina á andra. Já. Og smá hana. Ívar og Jóhann hann með smá kontakt á milli þeirra. Já, Gulli fór hann að smá grassi líka. Það er þetta svona gengur þokkalega smurt fyrir sig. Alex Topsa líta aðeins á Íþór. Ívar Eyþórs. Ekki fyrsta skipti. Ekki fyrsta skipti, nei. Jökull næri þetta miklu betra exit en Ási en bara gat ekki tekið fram og hann var of nálægt til þess. En Ási reynir að verja innri línuna, nær að verja. Sýnist með nei, bremsa allt og seint og missir Jökull fram á sér og mögulega, nei, ok, hann slappið að missa andra fram á sér. Já, en hann er með andra alveg í skottinu, sko. Já. Það er hérna á botninu með mitt Jói Egils er við hliðina á Davíð Adams. Það er svona eini, já, nei, heilbyttu, já, Jökull var að verja fyrir Ása. Já. Það er hörku barðaðinn á toppnum. Hann er alveg með andra eldheitan fyrir aftan sig. Andri er að velta innlínunni fyrir sér. Já. Og hann er svona smá lagga á honum. Vona að hann sé ekki að trufla hann Ása. Svona smá hristingur á bílum hans Andra. Já, uish. Það fara smá saman. Þetta er kannski ekki beygjan sem þú vilt fara too wide í. Alls ekki. Núna þarf Andri að fara að verja gegn honum. Nei, ég er að horfa á Alex Topsen. Ég er snýst í hringi hérna. Hvað er að þetta? Við erum borð hjá honum Jóhann Inga fyrir aftan Andra. Jói Egils og Dimmerinn sýnist með báðir búinir að pitta yfir á softdekkin, þeir kastuðu mediumdekkinum. Já, ég fara yfir dekkin. Það eru núna allir á soft nema Dimmi og Oliver. Jökull er að nálgast Óla. Þau eru búin að búa til smá bíl í Ása. Ása er náttúrulega búin að festast í smá baráttu við Andra, þannig að gaf Jökli færi á að anda smá og einbeita sér af Óla fyrir fram að sig. Þetta byrja mjög vel hjá okkur í kvöld. Algjörlega. Einu sem ég sé er að Davíð Adams er með skemmta aftan og er að fara inn í pit núna á softdekkin. Já. Það er enginn með skemmta framan, þannig að Alex Topsen kom með hálfa sekundi í refsingu. Davíð Kjaksson, Jökull er alveg bara eldheitur og eftir Óla. Þeir eru að skilja sig smá frá þriðasætinu. Já, ég held þessi spurningum að þú fylgist með þeim. Ég skal fylgjast með 3. og 4. þar sem að Ási og Andri eru að
Við kljást það sæti Já. og ég læti vita ef það þarf eitthvað að skipta. Já. Og gott ef þú vilt fá snögga skiptingu að segja mér sæti. Því þú getur bara hoppa á festringu og beint á 4. sæti eða 5. eða hvað sem það er. Minnsta mál. Gracias. Þetta er alveg svo tæknilegt hjá okkur hérna. Það tók mér nú alveg 2 ára lýsingum á þess að nota lyklabár. Þetta er alveg byggt búin að vera síðan að lyklabári kom til leik sko. Já, segðu þið, þetta er þvílíkur munur og núna er 3. 4. sæti. Andri er með rönnið Ása, er hins vegar með ytri línuna. Vá, bremsa fór aðeins út í grasið. Nei. Sæt. Og þetta er Jóhann ekki komið fram úr. Hann er að taka fram úr Ása og næruglega Andra líka. Það var einhver sem að fór í vegginn hana fyrir aftan. Nei. Nei. Það beigði Jóhann ekki sýndist mér aðeins inn á Ása. Það er kannski ekki átt að segja að Ási væri ennþá svona nálægt. Þetta er bara, við erum að horfa á hérna algjöra andstæði við þær keppnir sem við erum að horfa á hingað til. Hér er allt að gerast, svona viljum við hafa þetta. Allt að gerast, nákvæmlega. Það spyrir hvort að Thompson sem er skemmt. Thompson er með skemmt. Alex Thompson er með skemmt, komin í 9. sæti. Það er alveg... Og þetta er svona típisk svona Wall of Champions skemmt. Já. Það er þvílíkt þéttur hópur hérna bara fyrir framan hann. Alveg upp í 3. sæti. Bara basically 3. sæti og niður. Bara mjög jafnt. Það er nokkuð... Þeir eru Óli að koma með sekt sem hann er að fara að taka út núna. Og því er hugsanlega að Jökull sé að fara fram á honum. Það lítur allt út fyrir það. Þess að eru menn ekkert að tapa hann eitt brjálæðislega miklum tíma á þessari sekt. Það er stutt í bremsugalla en þetta er alveg nóg. Jökull er komið fram úr. Já, Jökull kom bara fram úr. Þetta var lítið mál fyrir Jökull. Hérna kemur svo bunnan. Alex fer inn í pit. Alex Gesson rétt fyrir aftan Jón Þór strika til. Spurning hvort hann reynir við. Nei, hann ákveður að dífa sig ekki. Frábær akstur hérna á fyrstu ringjarum hjá okkur. Og nú er það Óli sem eldir Jökull. Og þeir eru konum með 5 sekúndur á Andra sem er í 3. sæti. En síðan fyrir aftan Andra er hörku barátta. Ási og Jóhann er alveg nánast ofan einhverjum öðrum. Ási er orðin samloka á milli Gullfiskliðsins. Tím Gullfiskur sikkur megin við hann. Vá. Ha. Þetta er stammari. Ná sætinu sín aftur sko. Já, algjörlega. Jóhann Ver. Já, hann er mjög vel hérna. Hann lokar bara inn í línunni, það er bara akkurat það sem hann þarf að gera. Hann gefur Ási ekki tækifæri til þess að planta sér á staða sem hann nær að taka fram úr. Og núna er Ívar bara kominn í hennar slag líka. Algjörlega. Já, hann lendi svolítið í því Ási á fyrstu ringjunum að færast aðeins niður. Það getur verið svolítið erfitt svona í þögu ef maður missir eitt sæti. Þá stundum keðjuvirkar það þegar maður svona missir rytman við að fá menn fram úr sér og svo er næsti kominn og það er kominn. Maður þarf svolítið að finna rytman aftur og mér sýnist Ási vera svolítið að finna grúfið aftur. Nú er hann byrjað að sækja. Hann var svolítið í að verja þegar hann datt niður í 4. sætið. Það er 5. sætið, en nú er hann orðinn heitur, búinn að finna rytman og er að pressa Jóhann Inga. Algjörlega. Bílið á toppnum helst mjög stöðugt bara í kringum en 0,8. Já. Ekkert að minnka eða... Mætti vera aðeins sterkara draftið á þessu bílum fyrst mér.
svona að því það virðist ekkert vera að nýtast þessir beinu kaflar mikið. Ég vil láta menn sem frekar nálægt. Já, nákvæmlega. Þetta er svolítið svona, þetta er ekki nefnir bara á langa beina kaflanum hans sem nærið eitthvað að nýta. Ási sýnist mér verið að setja upp í betra X. Nei, fer vítt aftur. Hann lenti í þessu, hann gerði þetta líka. Ívar skrikar hérna fyrir aftan hann. Já. Hannes var í svipari aðstöðu og hann hélt bara ytri línunni og náði að svinga fram úr. Það var mjög flott hjá honum. Ási tæknilega sig, já, var komið fram úr en já, svo þarf hann að fara allt og hægt hérna út af því að bara Jóhann er búinn að planta sér í Apexi. Já. Hann þarf að komast fram úr Jóhannu núna því að hann er greinilega, eins og staðan er hann að keyra hraðar, en hann kemst bara ekki fram úr. Já. Þetta er orðið sko 5 bíla bara það. Þetta er alveg rosalegt. Það hefur eitthvað gerst á toppnum, það er bilið á milli Jökuls og Óla er komið upp í 3,9. Já. Þannig að Ólafur er sennilega lent í ykkur, en ekki með neina skemmta en eins og svoleiðis, en seinasti hringurinn hjá honum var 1:38.9. Þannig að eitthvað hefur klikkað hjá honum. Það var eitthvað klikkað. En það er ekkert til þess að kíkja á. Það er alveg öruggt að halda áfram að fylgjast með þessum slag hérna. Ég held að það sé ekki spurning. Svo sjaldan sem við fáum 5 bíla kappastur, 5 bíla reis stöður, og þá erum við ekkert að taka augun af því fyrir 3 sekundur aftan eitthvað. Það er að gerast hérna. Jón Þór bara stingur sig fyrir innan, en nei, hann næri ekki nógu góð exiti. Hann liggur í skottinu á hann núna. Hann böndar aftur hann. Þetta var close maður. Þarna var Ívar næstu búinn að lenda aftan á Ása. Svo kom hann inn í beginu með aðeins meiri hraða. Og hérna er Alex Geirsson að stinga sér inn á Jón Þór. Nei, hann böndar aðeins. Hann er Kurt einstrákurinn. Það hefði nú margir látið sér flakka hana, en hann er heiðursmaður á brautinni. Alveg rétt, það er alveg klárlega þannig. Þetta er alveg, það er svolítið bil frá Alex niður í Oliver, en 8. og upp í 5. sæti, eða 4. sæti er bara virkilega þéttur og flottur hópur. Hörku kappasturinn í gangi. Það er bara Jóhann Ingi, hann er búinn að sýna það hérna í deildinni að hann er rosalega góður að verja. Þetta er ekki fyrsta skipti sem við sjáum hann vera bara varnarmálar á þeirra hérna. Hann hleypir bara ekki fram á sér. Nákvæmlega, enda engin ástæða til. Nei. Þarna bara smá snerting á sig. Nei! En í staðinn kemur á Ívar og tekur fram úr, þannig að og Jón Þór líka. Og Alex Geirsson bara á sig komin aftastur í hérna pakka. Þetta er fljótt skipast fyrir í lofti maður, wow. Það var smá snertingarna, þetta er náttúrulega ekki beygja til að fara too wide í. Og þegar hópurinn er svona þéttur, þá tapar maður stórt á smá mistökum. Þetta er rosalegt að sjá maður. Oss. Smá snertingar í gangi. Menn eru komin með olbúana út. Já. Þetta er líka bara, eru þannig bílar að sko, ef er unsettlast aðeins, þá ertu bara nánast búin að missa hann, sko.
Sjá hvort að við fáum ekki endursýningu á þessu sem gerist hérna rétt áðan. Það eru, ég var fólks vill að taka það, anskotin. Og svo. Já. Herru, ég setti nýjan marker í staðinn fyrir að fara á replay, þannig að ég basically eiginlega replay sem að ég ætlaði sýningu. Fyrst afsökunar við því. Jæja. Það er svona í látunum. Þessi hópur, hann bara, þessi röða bílum, hún er still going strong hérna í Kapastri, ekki spurning. Ívar græddi vel á þessu. Já, hann gerði það. Núna er Ási komið með refsingu og Alex bara alveg í stöðaranum í hánum, þannig að Ási hlýtur að fara að missa þá Alex Geirsson fram fyrir sig aftur og Jóhann og Jón Þór að slást, þannig að Jón Þór tekur innri-línuna af Jóhanni. Þeir lenda saman og Ási er bara fastur hérna núna. Núna er hann með betra exit, með meiri hraða. Hann hefur ekkert val með bara að bumpa Jóhann áfram. Vá! Svo það er two-white hérna. Er þetta ekki bara auka refsinguna á Sása? Gæti verið, sko. Þessar S-beigur, þú veist, þær bjóða ekki upp á two-white. Það endar alltaf í snertingu. Já. Og núna missir hann Alex fram á sér. Við skulum hérna fá endursýningu á þetta. Sjá hérna Jón Þór og Jóhann Ingi. Jón Þór að fara fram úr. Þau basically blokkar það hérna fyrir Ása. Ási núna aftur komið með innri-línuna af Alex Geirsson og komið fram úr hennum aftur. Þetta er bara rosalegt, sko. Jón Þór skrikar hérna og Ási skrikar fyrir aftan hann. Jesus! En næs að einhvern veginn að komast út þessari beygju með meiri hraða. Og er komið fram fyrir hann. Það er bara mayhem á brautinni. Og er þá aftur núna komin í það að fara elda upp í Jóhann Inga. Jóhann Ingi er búinn að ná að gefa liðsfélagi sinni Ívar Eyþórs alveg rosalega gott bíl. Það er 2,8 sekundur núna. Hann er alveg farinn úr þessu slag, hann Ívar Eyþórs. Og Alex Geirsson fyrir innan á Jón Þór og nær að láta þetta stikka. Ég sá ekki nógu vel hvort að þetta var vel gert eða ekki. Ég sá ekki hvort hann átti þessa línu eða hvort hann var að dæbomba. Ég bara náði ekki að sjá það. Ég sjá hvort að við náðum þessi endursýningunni hérna. Sittist borð hjá honum. Nei, hann á þessa línu bara. Get ekki betur séð allavega frá koppinum hans. Þá var hann alveg með þetta. Já, ég get ekki séð betur. Það er spurningin að sé í spjallinu hvaða dekk Alex Thompson fór á, en hann fór á miðtíðundekki. Þessi spurning fór fram mér, ég var bara að sjá hana núna. Velveringar á því, Hilmar? Þá ætlum við að sjá, hvað er Jökull með 5,5 á Óla í góðum málum. Óli með tæpar 5 á andra. Og svo eru 4 í Eyþór og þar fer hópurinn að þéttast. Þeir eru svolítið búið að draga á milli hann að efstu manna, lítið að gerast á toppnum. Fjörið byrjar í 5. sætinu. Ég var búinn að spá Alex Geirs seri, hann fara ekki betur en hann spýtur á hana. Það er nóg eftir. Já. Það er nóg eftir, sko. Það sem borð hjá Jón Þóri.
Hann fyrir aftan Alex Geirs. Já, Alex greinilega gerði einhver mistök í beinu hana. Núna erum við að sjá það að Ási bara að vera komin aftur núna í stöðarinn hjá Jóhann Inga. Það bara round 3. Já, Jóhann aftur þannig að þurfa að verja. Já. Sem að hann búinn að sýna eins og ég sagði áðan að hann fer létt með að gera. Já, hann mjög góður í varnarrekstri. Það náttúrulega bara list út af fyrir sig sem að einkenni góðu ökumenn, það kunna verjast. Snýst allt að staðsetja sig rétt á brautinni og gefa ekki færi, en sko Ási að keyra mjög hratt, hann bara búinn að vera óheppinn eða hvort það heppni eða ákafi, en í þessum samskiptum þá hefur hann orðið undir, en hann vinnur satt aftur upp, hann með hraðan, það alveg á hreinu, þannig að nú þarf hann bara að komast fram á Jóhanni til að geta haldið áfram og sett markmið á næsta ökumann. Það skortir ekki hraðan hjá honum, það fer víðar að hann fer alltaf pínu vítt í þessa beygju. Já, það spurning hvort hann sé að reyna eitthvað til þess að reyna að ná kannski betra exiti að fara vítt og þá fara hraðar á stað. En Jóhann, hann lokar alveg innri línni, sko. Hann gefur ekkert pláss. Já, nú hafði Ási vitað að ég reyna ekki að fara too wide ef hann á línuna inn í þessa beygju. En þá Alex Geirsson kominn og það að taka fram hann aftur. Hvað að frella? Hann fær enga frið strákurinn. Ég skal segja ykkur það, því lík barátta. Og Alex Geirsson skrikar og Ási aftur kominn fram úr. Eða hvað? Jú, hann nýtur með að ná þessu. Sennilega. Já. Hann taka aðeins kompromise línu en fyrst þau í vegginn og missir Alex Geirsson aftur fram fyrir sig. Og Jón Þór kominn í hennar slag núna líka. Þetta alveg með ólíkindum. Því lík barátta. Meðan Ívar Eyþórs búinn að stinga af, hann kominn 3,7 fyrir framan Jóhann. Andri 5 sekúndum fyrir aftan Óla og Jökull kominn 6,6 á undan Jóla, þannig að Ási fer hérna innri línuna á Jón Þór, eða allan að var að halda innri línunni, sennilega að verja, sem ég var ekki að fylgjast með okkur þegar við komum inn í þennan kafla. En vá, þetta er stanslaus barátta þetta. Þetta rosalegt. Rosalegt, segi ég. Og Alex Geirsson fyrir vegginn. Já. Hann sannlega að fara að missa Jón Þór líka fram úr sér. Eða hvað? Nei, Jón Þór nær honum ekki. Já, það mikið smá mistök. Menn greinilega að keyra alveg á brúninni og gera smá mistök fyrir vikið, smá skrika bílinn og þá mistur við næsta framöður, þannig að þetta mjög lifandi barátta heim í gangi. Stöðuleikið í akstri eitthvað sem á ekki við núna. Þetta alveg út allt, sko. Maður sér það líka bara, maður sér það vel þegar maður á myndavélinni núna, þegar maður horfir alltaf á línumallið, sko, að þetta ekki mjög hreina línur oft, það svona smá skrik og hlutir sem eru mennir að díla við, þannig að þetta gerir þetta spennandi. Já, Alex gerir mistök. Jón Þór komið fram úr bara. Já, þetta er bara rosalegt. Þetta er svona eins og að
Eins og Jóhann Ingi sé svona hálfgerður flöskuháls í þessum middback. Það svona ná honum allir og þá safnast allir saman fyrir aftan hann. Alveg þangað til að verður einhver sprengja og einhver lendir í vegg eða utan í einhverjum öðrum og þá svona togast aðeins úr hópnum aftur. En það pressa á honum Jón Þór, Alex er fyrir aftan hann. Já, maður er eiginlega ekki með töla í hvað eru oft búin að fara fram okkur öðrum þessi görðar. Já, nákvæmlega. Alex fórnaði smá innkomin í beina fyrir exitið og sjáum hann aðeins betra exit en Jón Þór. Jón Þór fór í dýpir í beina, það skemmir pínu exitið. Smá bönd þarna en Alex vitum ekki nýtti sér það. En hann er á meiri það núna með hinni línuna. En Jón Þór bremsar seint. Það er Alex switchar úr, nei. Þá verður Jökull í pit. Á 16. hring. Ætli hann fari Ólafur ekki bara heldur aftur á. áfram. Já, heldur hann kasti bara. Þarna fyrir Jón Þórinn í pit. Alex gerði hérna mistök. Hann klúðraði smá. Jón Þór fór inn í pit á undan honum en svo mist hann bílinn í beiginni og því fór sem fór. Ætli, sko, Jóhann Ingi fer á medium. Og Ívar Eyþórs, hann sneri bílum hérna, eða svona misti bílinn, fór út um vegg, hann er í 4. sæti, fór út um vegg og hérna hefur komið skemmt. Sjáum hvernig hann á þessu. Hérna er hann. Já, svona gerist þetta stundum. En þetta er kannski vel tímasett skemmt því að það virðist allir vel að fara í pit á þessum tímapunkti þannig að hann klárar væntanlega þennan hring bara og fer í pit. Ef að hægt er að tala vel tímasetta skemmtir á annar borð þá er það Já. á sama hring og allar inn í pit. En þá er Ási búinn að ná Ívari og mjög líklegt að Ívar fari bara beint inn í pit. Heyrðu, Jói Egils left the room. Já. Ási heldur áfram. Ívar fór í pit. Og það dekkjum kom mjög út. Hann kom út á medium. Þú er áhugavert að sjá hvort hann ætlar að keyra út keppnina á medium eða hvort hann ætlar að taka 2 ringi og... Veitu, er lobbyið að hrynja eða? Það var annar að detta út núna. Jón Þór var að detta út. Jón Þór fór út líka. Vá. Interesting. Vá, hvað skrikaði hann út í beginni. Það var rosalegt. Já. Það er nú svolítið svona eitthvað sem gerir svona ekki ofta menn þetta sama hring 2 út úr lobbinu. Það hlýtur að vera einhver netvandamál hann í gangi. En það virðist ekki í lagi með aðra. Já, það er komið áhyggjur á þessu núna. Ég vona að verði nú ekki fleiri að detta út. Mjög óheppilegt þegar svona gerist. Fyrir vítt þannig að það er fyrir seint.
þetta virðist að það var Óli að fara í pit núna. Það var engin annar að detta út eins og við vonum að þetta haldi sér. Ási að fara í pit líka. Ég býr forvitinn að sjá hvort hvað ég veit að fara að keyra lengi á mediumdekkjunum. Það getur náttúrulega auðvitað að klára keppnina á þeim en ef hann ætlar sér ekki að gera þá þykir mér líklegt að hann keyri í mesta lagi 2-3 hringi á þeim áður en hann skiptir aftur á soft. En ég hef bara ekki hugmynd hvort er hraðara sko. Mér fannst nú ekkert vera neitt brjálæðislega munur á medium og softdekkjunum þegar ég var að horfa á keppnina í gær, en ég veit ekki, hvað haldið þið í spjallinu? Já, Ási með 3 sekúndur í penalty. Já! Skorið titlínuna. Já. Það þýðir bara að hann missir Ívar og Andra fram á sér. Mögulega Alex Geis líka. Já, sennilega. Ívar er rétt rúmum 3 sekúndur fyrir aftan hann. Og Alex og Andri segja bara réttur eftir Ívar, þannig að þetta verður áhugavert að sjá hvernig spilast út úr þessu. Hann náttúrulega fer nánast í stopp á þessum 3 sekúndum. Já. Sjá hann núna byrju. Sjá hvað gerist þetta núna. Það er Ívar. Wow! Andri ætlaði að fara fram úr og sá ekki á sig var hann og keyrði næstu á hann. Þetta hefði verið. Herðu, við þurfum að fá endursýningu af þessu frá sjónarpunkti hans Andra. Og að sjá, skulum kíkka á þetta snöggast. Hérna er Andri fyrir aftan Ívar. Og er að fara að vippa sér til hliðar og sjáu þið, wow! Og hann þarf að fara smá í Ívar basically sko, þetta er náttúrulega ekki viljandi, hann er bara basically að redda sér sko. Þetta er rosalegt sko. Þetta var rosalegt. Það var ljótt að hann hefði dundað aftan á hann. Já, svona hefur maður sé gerast í alvöru kappakstri líka. Já, maður sé þetta í formúlunni alveg stórhættulegt. En það er orðið þéttur hópurinn hérna, 4. sætið niður í 7. sætið. Það er bara allt að gerast. Ási fyrir aftan Ívar og Alex fyrir aftan Ása. Já, þetta er bara slagurinn 4. sætið hérna. Já, nefnilega. Andri er hins vegar á softdekkjum, þannig að hann er væntanlega að fara að vera hraðari heldur en hinnir. Já, en hann þá væntanlega líka eftir að fara í pit aftur. Já, líktur eiginlega að vera. Ég er náttúrulega að gera ráð fyrir að þeir sé að fara að klára keppnina medium hinnir, en það getur vel verið að þeir fara í pit líka sko. Það er allt eftir að koma í ljós. Flottur hraðasti hringur á Jökli, 1:35.7. Já. Alex skrikandi hana, kemur sætlaus út úr veginni. Og það er pressa á honum Ívari Eyþórs.
Hvað í gangi? Þetta bara, það einhver villa henni í gangi, sko. Íþór, mér finnst það gott, sko. Þetta nýtt nafn bara, sko. Já. Senda þetta verið í mannarnafnend. Ívar Eyþórs kallaður Íþór. Það heldur betur pressan. Ási liggur í skottinu á honum og Alex í skottinu á Ása. Þannig að spilum hvað gerir hérna. Komandir í fyrstu beygju. Ívar ver. Það var að hugsa þetta en Ívar sá við því. Ívar hefur greinilega fengið varnarþjálfun frá liðsfélagi sínum honum Jóhann Inga. Nú er Alex Geirsson bara kominn inn í skottið á Ása. Ási fer út í vegg og missir Alex fram úr sér. Aðeins vítt þarna út úr beginni og endar í vegg. Missir hraðan. Baráttan endalausa hérna. Það er nóg að gera í Ása í kvöld. Já. Heldur betur. Ég segi nú bara við ykkur 28 sem eru að horfa, ef þessi keppni á ekki skilið eitt stykkir og þá veit ég ekki hvað. Það er alveg búið að hafa ofan á fyrir okkur í kvöld. Það er enginn að sofna í þessari útsendingu. Nei, það er sko ekki að fara að gerast. En það er bara búið að sýna sig á þessu tímabili að það er þvílíkt konfekt sem þessi úrvalsdeild er. Mjög mikið af góðum ökumönnum og þetta býður náttúrulega bara upp á frábæra kapastur. Það er spurt hver staðan er á fyrsta og öðru sæti og ég var að kíkja á fyrsta og annað sæti. Það er bara 4,8 sekúndur á milli, Jökull á toppnum. Ólafur var að skrika smá en ekkert alvarlega. Það er bara þess að 5 sekúndur á milli þeirra. 15 sekúndur síðan í Jóhann Inga sem er í 3. sæti. 4 sekúndur fara eftir í Andramá í 4. sæti og svo erum við með 1,7 niður í Ívar Eyþórs og þá erum við komin í hérna pakka sem við erum að fylgjast með og hérna er Ási bara alveg í skottinu og Alex Geirs alveg í skottinu og Ívari og hér er slagurinn, sko. Algjörlega. Alex Tops var núna að koma út úr pit á nýjum softdekkjum. Já. Hann er í 8. sæti, 19 sekúndur fyrir aftan Ása. Alex með smá mistök hana yfir pilsuna fyrir hans Sindra. Já. Og Ásinn. Já. Hann fór svo vítt hann Alex hann, ég veit ekki hvað. Ef hann hefði náð að halda bílum hann hefði hann kannski náð svitsbakkinu hann Alex Geirs en missir bílinn aðeins og fer hann að núna þarf Ási að fara að verja gegn slippinu. Algjörlega. Það sýnist á öllu að menn séu að hugsa one stopper Jökull og þeir sem að fóru á mediumdekk. Annars væri það Alex að gera mistök. Annars væri það sannlega búin að henda þeim að sér. Já, misti aðeins touch við Ása við þetta. Þannig að Ási fær smá frið til að einbytta sér að Ívari. Vá, hvað það var erfitt að ná sér rétt. Heyrður hvað ég vandaði mig? Já, þetta var mjög vel gert. Alex Geirs er núna komin 2 sekúndum fyrir aftan Ása og Ási er núna 1,1 fyrir aftan Ívar og sækir á. Já. Og Ívar skrikar fyrir út í vegg. Ég er að lesa spjalli hérna og Jóhannes segir að að LAN-snúrutengið á tölvunni var eitthvað tæmt hjá honum og datt úr sambandi. Já. Og fljótlega eftir það dettur Jón Þór út. Já, en Jón Þór fær skilaboðin hans, ég sá hann sett í úrvalsdeildar spjallið, hann fær skilaboðin bara the host has closed the lobby
Já, það er allt að gerast hérna. Lofa þér, Jói, að þér var ekki kikkað út. Já, það var einhver kikkað út. Hér er allt í gangi ennþá. Ási sækir duglega á Ívar núna. Já, það liggur við að maður kjósi Ása sem ökumann dagsins bara fyrir það að það er búið að vera stanslaust action í kringum hann allan tíman. Það er gjössalega búin að vera infekt í þessar útsendingu. Ja, hann allan er búin að vera ökumaður dagsins af þeim sem eru í vinn, sko. Þetta er bara... Það er einhver einn bít sem að þurftir að horfa á alla keppnina og þá er það Ási því að þetta er búið að vera non-stop hjá honum frá fyrstu beygju. Já, meðan eru þeir á toppnum, Jökull og Óli, þeir eru bara einir í sínu reysi og ekkert búið að vera fylgst með þeim í rauninni. Nei, það er líka bara ekkert að gerast þar. Það er bara góður akstur en engin bara það. Núna er Ási komin í kjörstöðu til að fara að reyna við framarakstur á hann Ívar. Já. Það stemdi nú alveg í flotta baráttu fyrstu ringina hjá Jökli og Óla en eftir að Óli misti smá touch við Jökul þá eiginlega dó sú barátta bara. Búið að aukast spilið eða haldast síðan þá. En hér er alltaf að gerast, þetta er baráttan 5. sætið og nálægt vegnum. Það er betri útkerslu, spurning hvort hann sé með innri línu. Það sýnst mér. Ég held að þetta sé allan daginn línunars Ása. Ívar bremsar, já, hann bremsar svo seint. En planta sig þannig á innri línuna í þessari beygju. Þetta var svona skítamix redding á stöðri vörn. En hann bremsaði bara allt og seint. Æjæjæjæjæj, þetta var bara... Þetta var Já, ekki að fylgja sá. hvernig gerðist þetta eiginlega? Við þurfum eiginlega að fá endursýningu á þessu. Hérna er Ívar. Það lúka bara svolítið eins og hann hérna bara bremsa á seint. Ég verður að fá eina myndatöku á þessu aftur og fara hérna fyrir aftanan. Sjá hvort það hafi nokkuð verið snerting. Nei, þetta er bara 100% Ívar. Já, sér það. Hann bremsar þetta bara einhverju sekúndubroti seinna en Ási. Já. Og það munar það. Algjörlega. En þá í fyrsta skipti bara síðan keppnin byrjaði er smá bil á milli manna hérna frá 4. og niður í 7. og 8. sæti. Já. Og það er í rauninni bara Andri sem að getur farið að sækja núna. Hann er búinn að sækja smá á hann Jóhann Inga. Náttúrulega Andri á softdekkjum. Já, ég tók ekki eftir því hvort að Andri hafi verið búinn að kasta mediumdekkjunum eða ekki. Ég þori ekki að fara með það en ég bara honestly, hvað segir spjallið? Eruð þið með svör? Ég man ekki eftir því en ég ætla ekki að þræta fyrir það hafi gerst. Nei. Hann er samt, já, áhugaverð. Björgvin. Það er ekki nema hann ætli bara að kasta mediumdekjunum bara á seinasta hring. Já, geti verið. Ég man ekki eftir því. Tók einhver í spjallin eftir því. Var Andri búinn að fara á medium eða á hann eftir að skella sér á medium? Eftir minni bestu vitund þá á hann held ég eftir. Björgvin Freymórs með komment hérna. Það er ekki Ási no-stop, heldur Ási non-stop. Já, nákvæmlega.
Hann tæpum 4 sekúndum fyrir aftan Andra. Það í rauninni akkurat núna slagur að myndast á einum stað og það seinasta sæti, 10. og 11. sæti. Það Dimmi að sækja verulega á Davíð Adams. Herri, skulum kíkka á það. Já, í töluðu orðum erum við bara að horfa á framarastir. En Dimmi á fresh softekkjum miðað við Davíð Adams. Davíð Adams, þetta annað reysið hans í úrvalsdeild. Hann náttúrulega kom upp í seinustu keppni eftir að Viktor þurfti að segja svo keppni. Davíð Adams bara að taka þetta núna. Já, Dimmi ekki einu sinni inn í línuna. Bremsar til að segja. Dimmi var næstu komin út í vegginn þarna. Þetta var nóg til þess að missa Davíð aftur fram á sér. Já, hann bremsaði svolítið seint til að ná þessu en það kostaði hann. Við fá hérna snöggvast endursýning á þegar að Dimmi fyrir fram á Davíð Adams. Hann hérna góðu drafti, tekur innlínuna. Þetta bara skólabokka framarakstur. Og bara fór heldur áfram hjá þeim, þannig að við bara fylgjumst með þeim á meðan að þeir veita okkur skemmtilegt sjónvarpsefni í formi baráttu á braut. Algjörlega, og ég skal láta vita leið og eitthvað breytist fyrir ofan. Já, endilega. Dimmi enn og aftur að sækja, hann verðist alltaf ná betri keyrslu þarna með innlínuna. Þetta bara eins og replay á hringnum frá því áður. Bara nákvæmlega sama. Alex Thompson kom með hraðasta hring, 1.35,7. Já, bætir hraðasta hringinn hans Jökuls 4/10. Já, hann í 7. sæti núna, endurspeglar ekki alveg topp hringinn hjá honum. Það að kíkka hann að innlínuna en lætur sig ekki vaða. Já, Dimmi virðist vera búinn að læsa sætið aðeins að skilja sig frá þegar að detti í 1 sekúndu bili á milli þeirra. Andri núna búið að minnka bilið í óningum 1 sekúndu að 2,5 á milli þeirra núna. Þannig að hann að sækja svolítið á núna, náttúrulega á softekkjum móti medium. Já, það búið að draga heldur betur úr spennunni á þessu reysi núna. Já. Það svo sem ekki hægt að kvarta því að mest alla keppnina búið að vera brjála aksjón. Enn og aftur Óli að fara að taka út refsingu. Já, og það einmitt verðt að nefna það að hann var 6 sekúndum fyrir aftan í Jökul á seinasta hring, þannig að hann hefur lent í einhverju. Já. En já, þetta ekki nema bara rétt 2 sekúndur frá Andra Jóhann, þannig að sér það að staðan núna þannig, Jóhann Ingi í 3. sæti með 13,2 fyrir aftan Ólaf. Ef að Ólafur myndi bara sem dæmi lenda í einhverju, fá skemmti eitthvað svoleiðis eða þurfa að fara í pitt, og þá myndi Jóhann ná framárunum í pittir. Já.
og Ási kom það undir 4 sekúndur í andra. Hann með Alex og eftir sér. Kemur nú ekkert á óvart ef að þeir myndir og byrja að berjast aftur áður en að keppnin búin. Já, bílið búið að vera mjög stöðugt á milli þeirra í 2,1 og 2,2. Þannig að þeir eru að keyra mjög svipað. Það alveg búið að vera slatt svona smá mistök, þannig að það þarf ekki nema eitthvað pínu lítið, þá hópurinn búin að fettast aftur. Já, svo sjáum við líka að Andri bara núna komin innan við 2 sekúndum í Jóhann Inga og þegar hann fer að reyna að taka fram í Jóhann Inga og Jóhann Ingi náttúrulega sá varnarmálaráðherra sem hann þá hann bara að fara að þétta hópinn aftur eins og hann gerði þarna allt seinasta stund. Algjörlega. Ég veit ekki hvort hann verið ánægður með því að þú hafi kallað hann flöskuháls. Nei, þetta var bara létt spaug. Það er sjálfsögðu. Næstu var bara rafrænt skrifa undir og dólkabitt fara höfnum. Já, bílið að minnka. Þetta bara gæti orðið bara það hérna á síðustu hringinu. Það náttúrulega ekki nema 4 hringir eftir, 5 hringir tæpir. Þannig að það er sko einhver raketta komin í hann Ása núna. Hann var að setja sinn hraðasta hring í reisinu 35.94 á mediumdekkjum. Já, sæll. Já, sko Ási klálega með hraða til að hafa verið á pallinum í kvöld, en það er bara rosa margt búið að gerast sem að kemur í veg fyrir það. En hraðin alveg til staðar. En það er ekki nóg að vera hraður einn hring, sko. Maður þarf að gera það stöðugt. Já, það er rétt. Og það er náttúrulega mjög erfitt í þeirri baráttu sem hann búinn að vera mest alla keppnina í. Það er náttúrulega mjög erfitt að vera með stöðuga hringi þegar maður er með einn rétt fyrir fram að sig og annan rétt fyrir aftan sig, sko. Þannig að svona er bara kappastur, því fer sem fer. Það er náttúrulega langt best að ná góðu starti og þurfi ekki að spá í baráttur, bara run away and hide. Og það er nákvæmlega sem Jökull fyrir að gera. Já, nákvæmlega. Það spurt í spjallinu hvort að Alex Topson sem er skemmt og það passar, hann er komið með skemmt aftur. Á einmitt hægra framhóttinu. Akkurat. Það er að detta í 2 mögulega slægi. Náttúrulega ef að Andri nær hann í Jóhann Inga þá er það mjög stutt þar á milli, en svo líka mjög stutt á milli Ívar Eyþórs og Olivers í 8. og 9. seti. Já. Ívar Eyþórs er núna með hraðasta hringun og slá út hraðasta hringin hans, hans Alex Topson bara einhver sekúndubrot, sko. Já, vá. Jæja, þetta er bara nörgum barna, það er ekki nema tæp hálf sekúnda á milli þeirra núna, þannig að mér sýnist Ívar vera bara á leið fram úr, nema Oliver verji þeimur harðar. Já, ég spólaði aðeins tilbaka í útsendingunni og ég sé að sko Alex Topson var með hraðasta hring 1.35.718. Vá, það eru 5.000 hlut þar á millum tímanans. Já. Það er ekki neitt. Það er svo lítið að maður greinir það ekki einu sinni með augunum, sko. Það eru Ívar með til línu, Oliver að verja. Og þetta er
Andri hefur lent í einhverju. Ívar nær þessu, komið fram úr. Vel Já, vel gert. gert. Já, eins og segja, Andri hefur lent í einhverju. Hann var náttúrulega bara rétt fyrir aftan Jóhann í gáðan, en núna bilið komið í 2,4 á milli hans og Jóhanns og líka 2,4 á milli hans og Ása. Já, hann var að detta í 1,5 síðast þegar við vorum að horfa á hann og hann er greinilega að tapa sekundum þar. Já. Ívar slætandi þannig út úr beginni. Nú að sjá mikið af slætum í kvöld. Já. Já, ennþá bætist við fólk að horfa. Við erum að 29 manns að njóta beinnar útsendingar hér hjá okkur í GTS-i. Við erum að gera, við erum líka að detta inn í næsta ring. Já, algjörlega. Nú ef einhverjir nýir eru að horfa á og hafa gaman af og vilja prófa, þá hérna bendum við á Gran Turismo samfélagið á Facebook. Við erum með grúpu þar sem maður geta joinað og fylgst með því sem er að gerast og ef ykkur langar að keppa þá er alltaf þetta að skrá sig í opnu deildina og það er allir að vilja gerðir í samfélaginu að hjálpa til, þannig að bara verið óhræddir að detta inn í grúpuna og spyrja spurninga og fá leiðbeiningar. Það er allir velkominir. Nákvæmlega. Sæmi segist það að vera að mæta og hann spyr hvort við getum tekið restart. Þannig að það getur fylgst með öllu reysinu. Herðu, það er einföld lausn á þessu. Þú bara færir slætirinn á YouTube-vídeóinu aftur og finnur byrjunum á keppninni. Já, nákvæmlega. Voilà! Það eru tveir hringir eftir, tæpir. Já, bilið á milli Ása og Andra er núna komið niður í 1,6. Já. Þá núna erum við að fara að sjá það. Núna erum við að fara að sjá það bara eftir einhverjar sekúndur hvort að Andri eigi eftir að taka mediumdekkin eða ekki. Við vorum ekki vissir með það. En það er... Það er að vera búin að hérna. Eða hvað? Ekki um að ætla kastunum. Hugsanlega, ef hann fer inn núna, þá fáum við svarið. Ef ekki, þá bara er það þannig. Hann fer ekki inn. Hann er búinn að taka upp. Hann er búinn að taka mediumdekkin. Já. En bláum flöggum er veifað á Davíð Adams þar sem að Jökull er mjög nálægur núna á sínum seinasta hring. Já, við ættum kannski að skipta bara á Jökull og lítum okkur út fyrir fleiri framúrakstra eins og staðan er. Nei, ég held að sé alveg vert að leyfa þessum toppmönnum að vera eitthvað í mynd í keppninni. Já, algjörlega. Hann á skilið búinn að keyra hérna mistakalaust af okkur vitandi. Frábær akstur í ánum, hann með 8 sekúndur á Óla. Við börðust smá fyrstu hringina en síðan náði Jökull að skilja sig frá. Ási fekk refsingu. Hann var búinn að sækja svo vel á Andra að hann getur nánast verið að taka fram úr núna. En skulum ekkert vera að fylgjast með því fyrst að hann er með refsingu. Hann er ekki að taka fram úr vegna hennar. Það kemur Jökull yfir línuna, sigrar í Kanada, vel gert, frábær akstur í ánum. Óli klárar í öðru sæti, Ólafur Einar kemur hér yfir línuna, flottur akstur í honum líka. Fyrir tveir lítið búin að vera í mynd, þið eru búin að vera einir og yfirgefir, en Jóhann klárar þriðji, Andri fjórði og Ási rétt fyrir aftan Andra í 5. sæti. Við erum mikið búin að horfa á þessu ökumenn í kvöld, enda mikið búin að berjast, mikið gaman, virkilega flottur og skemmtilegur akstur hjá þeim. Svo viljum við hafa mikið aksjón á brautinni. Hérna er Alex Topsson, klárar í 7. sæti, vel gert, og Ívar Eyþórs í 8. fyrir aftan hann.
Oliver fer inn í pit núna. Já. Ætli hann hafi gleymt að taka mediumdekkin. Já. En við sjáum það væntanlega á refsingu. Ég held að hann er búinn að klára keppnina Oliver, en já, sérst að fara í 23. ring. Já, það of seint að ná í dekkin allavega í lok seinasta rings. Já. Ef það var ætlunin. Nice try. Og það kemur dimmi yfir línuna og Davíð Adams klára svo 12. Þannig að, já, þetta var bara stór, skemmtileg keppni og hélt okkur heldur betur við efnið. Skulum skoða hérna stöðuna. Það er Jökull í fyrsta sæti, Bísik Racing Team, Ólafur Einar, Kaldi Racing Team í öðru sæti, Jóhann Ingi fyrir Gullfiskur, Team Gullfiskur kallaði það, síðan er Andri Már í 4. sæti, Ási í 5. sæti, Alex Geirs 7. Alex Tops 7. Ívar Eyþórs 8. Ólífur Nói 9. Dimmi 10. Davíð Adams 11. Jólþór 12. og Jói Egils 13. En Ólífur er ekki fengið neina sekt, þannig að hann er verið búinn að taka sér dekk, sko. En, já, áhugavert að hann fór inn í pit. Velkomin í Jökull. Sæli, takk fyrir. Sigurinn. Já, takk hérlega fyrir það. Ég bjóst ekki við þessu kvöld. Þú hefur náð að koma þér á gott strik eftir að vera hérna hóstandi eins og hundur hérna í gegnum vikindir. Ég búinn að vera alveg frá alla vikuna, sko. Já, maður heyri að hljómar eins og við sett búin að vera að fá því vikið. Já, en hérna, já, ég er samt alveg pottetur því ég hefði ekki getið verið haldið þessu konsistent, hefði ekki hent í traction control í einn, sko. Þetta var, þú veist, að ég var búinn að vera að keyra og ég var búinn að gera svo mikið af mistökum núna bara í þessum æfingalópíum. Og hérna, alltaf þegar maður bömpaðist yfir þessa kanta. En svo akkurat bara setti ég traction control í einn og þá var þetta bara eins og smjöran yfir þessa kanta. Þú veist, maður gæti verið á gjöfinni, hálfur gjöf kannski í öðrum gír og komið svolítið hratt út úr eftir bumpið, sko. Better safe than sorry, eins og maður segir. Já, bætti consistencyið, þannig að já, heldur betur, sko. Það var smá barátta hjá þér og Óla fyrstu hringina, en síðan var þetta rosalega mikið bara Jökull einn í heiminum að keyra. Já, akkurat. Það var ekki erfitt að halda einbeitingu svona í ástandi, búin að vera veikur og svoleiðis. Já, ég veit það, ég datt reyndar í alveg eitthvað algjört sóm, sko, bara núna fyrir reis, sko. Þannig að, hérna, já, þú veist, en já, ég var svolítið bara að keppast í tímanum minn og reyna að halda akkurat bara svona sektortímanum svipuðum, sko. Já, þú varst ekkert voða mikið í myndi, það var svo rosalega mikið aksjón fyrir aftan ykkur. Já, ég trúi því. Fyrstu 2 sætin voru svona, þú veist, það var spennað hann á fyrstu ríkjónum, en síðan eftir að þú gerir smá bíl á Óla þá eiginlega var ekkert meira barátta í toppnum. En sko, frá 3. og 4. sæti og niður í 7. sæti var bara non-stop action alveg. Já, ok, geggja. Mest alltaf keppnina, sko, það var ekki fyrir bara síðustu ringina að fara aðeins að dreifast úr því, sko, þannig að þetta keppni stóð fyrir sínu. Geggja, að maður bjóst alveg við að þetta yrði frekar slow TV, sko, upp á útsendinguna, sko. Meðalvegi allavega keppninar fram að þessari, það voru svona vantaði aðeins aksjóni, en þessi keppni stóð algjörlega fyrir sínu, enda úrvalsdeildin heldur betur að búin að vera að gera aksjónið, mjög mikið að góðum á hlaupökumönnum. Nákvæmlega. Heldur betur. En hvernig fílar þetta kombo svona öðru leyti? Ég var að bölvi sér svoleiðis í bálubrandi hérna rétt fyrir reis, sko. Ég var bara gjörsamlega ekki að fíla þetta, sko. En já, ég veit ekki, þú veist, þessi bílar eru skemmtilegir. Ég veit ekki hvort þetta sé besta brautir fyrir á. Nei, mér fannst svolítið þegar ég er búin að prófa einu sinni á þessa braut á þessum bílum og ég hefði verið til í að vera á kraftmeiri svona meiri formúlubíl. Ég held líka að hefði verið kannski minna slipstreama því að það er svo veikt slipstreami á þessum bílum að það er ekki, þú veist, þú þarft að vera undir 0,3 í rauninni til að, eða svona í kringu 0,3 til að eiga séns á langa beinakaflunum, sko. Þannig að hefði þurft að vera weak slipstream, þannig að það væri aðeins sterkara, sko.
Já. Næsta braut, Yas Marina, það er líka ný braut í leiknum. Jú, Hvernig líst þér á akkurat. það? Mér líst mjög vel á það. Hún er heldur skemmtileg. Já, hún Já, er ekki Ferrari góður á henni? Jú, mér finnst hann heldur góður þar, sko. Hann er búinn að vera þéttur þar, sko. Þetta er, já, akkurat. Ég er svona nýlega búinn að finna svona línur í henni sem er akkurat, mér fannst hún ekkert spes fyrst, sko, eins og þegar maður finnur aðeins flowið í henni, sko, þá verður hún mjög skemmtileg. Já, algjörlega. Það trikkið hann að hótelkaplinn og það dæmi, sko, en það eru leiti mjög góð braut, sko. Já, ég held að líta líka vel út í útsendingu. Já, klálega. Strákur á að tala um það, hefði örugglega verið gaman að vera á þessum bílum á henni, sko. Hugsanlega. En já, bara til hamingju með sigurinn, Jökull. Ég hef svo sem engar sérstakar spurningar fyrir. Nei, bara takk. Þetta var svo til einstefna þessi keppni. Þú varst bara eitthvað hann langt fremstur að njóta henn. Já, bjóst ekki við því. Það sem að Óli var alveg klárlega favorit, sko. Stuðlum var svolítið hár á mig, sko. Er TC1 komið til að vera það? Nei. Það er bara í svona funky cars. Nákvæmlega. Herru, bara, við heldur köllum þetta bara gott í bili. Ekki nema Daniel sem einhverja frekari spurningar. Nei, það er ekki. Það er bara, ég þakka bara fyrir útsendinguna og fyrir keppnina og áhorfið. Algjörlega. Bara takk fyrir okkur í kvöld og sjáumst aftur eftir 2 vikur á Yas Marina. Thank you, takk fyrir kvöld. Já.